Já, velkomin að Rauðaborðinu á mánudegi í miðju stríði. Við ætlum einmitt að tala það, hvernig það að lifa á stríðstímum. Svona hvort að innrás Pútín í Úkraínu hafi ekki sett svona heiminn okkar á gólf, breytt heimsmyndinni og kannski lætt inn ótta og ugg sem að var kannski til áður en mörg okkar voru búin að gleyma að nú allt í einu möguleiki á stríð í Evrópu, jafnvel kjarnorkustríði og svona ýmsar hugmyndir sem að fara á rót og við ætlum að sitja hérna við Rauðaborðið og reyna átt okkur á þessu og til þess að hjálpa okkur til þess eru hingað komin góður hópur af fólki. Sigríður Guðmundsdóttir, hún guðfræðingur, Guðmundur Ævar Oddsson, hann félagsfræðingur, Guðmundur Hálfdanarson, hann sagnfræðingur, Berglind Rós Magnúsdóttir, hún uppeldis- og menntunarfræðingur og Auður Jónsdóttir, hún rithöfundur. Verið öll velkomin. Þannig að eins og þið sjáið þá erum við að teygja okkur í ýmis verkfæri í töskunni, hvernig við getum glímt við þessa tíma. Það eitt sem að hefur verið svolítið svona meira áberandi núna svona tal sem að jaðra við vera svona tal sko illsku eða illa í heiminum, að við séum að glíma við illt heimsveldi og svona glíma við illa. Og þá kannski æðilegt að ég byrja á þér, Sigríður Guðmundsdóttir. Getur þið illa í heiminum birst svona eins og í andlitinu á Pútín? Þetta var ekki alveg einfaldasta spurningin sem þú gafst mér svona í upphafi. Nei. En ef ég gefi bara svona klassískt svar úr kristinni guðfræði, þá yfirleitt alltaf talað það þar að það ekki eins og hið góða og hið illa hafi tvær ólíkar eigindir og séu alltaf að slást. Heldur því venjulega haldið fram að hið illa sé vöntun á hinu góða, svolítið eins og þegar það verið að éta innan úr epli eða eitthvað svoleiðis. Og ef ég held áfram bara svona innan sömu raka, þá alveg hægt að halda því fram að það sem við sjáum í Úkraínu, að það sé andlit hins illa. En mér hins vegar talsverður, ég hef efasemdir að hið illa rúmist algjörlega í andliti einna mannesku. Ég bara vil ekki gefa Pútín það vægi. Og honum líka haldið uppi af ýmsum öðrum sem að hlýða og láta ýmsa hluti líða. Þannig að ég held að hið illa sé alltaf svolítið flókið. En það sem að mér finnst eins og svo áhugavert, bæði sorglegt og áhugavert við atburði síðustu 3 vikna, hversu margir eru sammála það að það hafi verið farið yfir ákveðið strik og fólk talar alveg hikstalaust að þarna séu illir atburðir sem að gerast. Það yfirleitt hefur það verið þannig, finnst mér í opinberri umræðu bara svona sérstaklega svona síðustu 10 ára, að það einhvern veginn svo allt sé afstætt og það sé hægt að ræða það fram og aftur og frá ólíkum sjónarhólum. En fólk alveg merkilega sammála núna grimmd og yfirráð og ígi sem ekki eigi rétt sér. Ég var í messu í gær og ég hafði svolítið gaman að því hvað var talað hispurslaust það úr stólnum að trú og pólitíka, það væri ekki hægt að greina algjörlega þarna á milli og halda bara með því að það sé hægt að vera hlutlaust þegar það væri verið að ráðast á fólk. Þá væri maður bara með sigur. Það bati að almenningur taki svona skýra afstöðu? Við í samfélaginu að þroskast? Ég held að það sé bæði kostir og gallar við það. Ég held að það sé ákveðið batamerki og bara merki það að fólk sé ekki dofið þegar það til dæmis bregst sterklega við því að spítalar séu sprengdir í loft upp. Að það sé ekki orðið algjörlega dofið fyrir því. Það er bara jákvætt og ber merki mennsku og samúð. En hins vegar hef ég töluverðar áhyggjur af því að ég ekkert sérstaklega hrifin af þjóðerniskennd og þessi blússandi við og þið sem að kemur svo sterkt fram
er líka áhyggjuefni. Að heimsveldastefna er andstyggileg og hún er að sýna okkur sína ljótustu hliðar núna, en það er heldur ekkit gott að þjóðernishyggjan nái að grassera á móti sem svona eitthvað viðbrögð við heimsveldastefnunni. Guðmundur Halldórsson, við förum yfir í sagnfræðina með þetta. Eru dæmi það í sögunni að svona ástand hafi leitt til einhvers góðs, eða eru við á hættu ástandi? Er hætta og ekki bara að ástandi í Úkraínu vaxi og eyðileggi þau samfélög, bæði rússneska og úkraínska, og breiðist jafnvel út stríð? Er hætta við á svona í stríðsástandinu að eru við í hættu ástandi? Já, við erum það alveg örugglega sko, og þess vegna auðvitað, ef við berum svona saman, og Sigríður var að tala um þetta sko, að menn eru mjög svona, menn hafa vaknað núna, en hins vegar auðvitað þessi atburðir sem eru að gerast núna, þeir eru svo sem ekkert kannski algjörlega nýir. Það hafa verið árásir og stríð. Rússar réðust inn í Afganistan 1979 og Bandaríkin voru í stríði bæði í Afganistan og Írak, og síðan Rússar í Sýrlandi, og þannig að það svo sem er búið að ríkja stríðsástand, en núna svona kemur þetta nær okkur, og þá einhvern veginn þetta verðum við svona meira vörð við þetta, og þetta snertur okkur meira, og það sem þetta er í sjálfu sér hættulega við þetta er það sko að þarna er annars vegar kjarnorkuveldi, annað tveimur stærstu kjarnorkuveldum heimsins, að ráðast inn í tiltölulega stórt land, þar sem að búa yfir 40 milljónir manna. Þannig að það er svona sem ekkert auðvelt að fara út af sporinu, og það er svona það sem við þurfum kannski svolítið óttast, að það þarf ekki mikið að gerast til þess að þetta fari algjörlega úr böndum. Nógu slemt er það fyrir, en það getur orðið mun verra. Og hins vegar auðvitað við lítum á til dæmis bara, ber þetta saman við heimsstyrjaldir, og af því að þannig er auðvitað stórt Evrópustríð, og þetta er svona fyrsta stóra Evrópustríðið, þó að það hafi verið Evrópustríð eftir síðari heimsstyrjald, bæði til dæmis á Balkanskaganum til dæmis, og að þá voru þau meira svona staðbundin, en núna er eitt af þessum stóru hernaðarveldum að ráðast á annað land, og við berum þessar tvær heimsstyrjaldir saman, og þá sjáum við eftir að fyrir heimsstyrjald að það var svona einhvern veginn fannst mönnum eins og styrjaldin hafi verið til einskis, menn vissu eiginlega ekki alveg hvað hún snerist og hún endaði í einhverjum svona, þá að annar svona önnur hliðin hafi sigrað, þá var eins og þetta var ekki sigur. Í síðari heimsstyrjaldinni þá horfði málan öðruvísi við. Það var þannig að önnur hliðin hafði unnið, og hinn var alveg máluð til illa. Og út úr því kom kannski svona ákveðið friðartímabil og uppbyggingartímabil í Evrópu, minnst í vesturhluta Evrópu. En hvort eitthvað gott kom út úr þessu er ekki gott að segja, sko, því að það bara fer algjörlega eftir því hvernig þessi mál þróast, og það er algjörlega óljóst eins og staðan núna. Menn eru svona einhvern veginn að reyna að velta fyrir sér, er einhver leið fyrir Rússa að draga sig út úr þessu, þannig að áður þess að þetta endi með ósköpum, og það er einhvern veginn mjög erfitt að sjá það, því að hvaða markmiður höfðu með þessari innrás er ekki algjörlega ljóst, og ef markmiðin voru þau sem margir halda, þegar halda þeir myndu vinna þetta mjög fljótlega, að þá er það algjörlega ljóst að það gerist ekki. Og Sigurður nefnir þjóðnistefnu, og það er alveg ljóst að ef það var einhver vafi á því að Úkraínumenn væru þjóð og stæðu saman sem þjóð, þá var engin vafi á því lengur, og Rússar halda ekki 40 milljón manna þjóð gegn vilja þeirra, það er ekkert hægt. Þannig að hvernig þetta endar, það veit ég ekki. En það endar illa. Já, það er enda illa, en það getur, en sko, það getur bara versnað mjög, en við bara vonum að það sé einhver leið til þess að enda þetta þannig að það klárist. Þetta er ekki einu góð.
ætti bara eftir að versna og þetta ætti að versna og versna. Það var svona þeirra tilfinning. En Berglind, ástarkrafturinn, þú hefur fjallað hann ekki sterkur í stríði? Nei, en hann hins vegar þarna til staðar að sjálfsögðu og það má rauninni segja að Úkraína sé að missa gríðarlega mikið af sínum ástarkrafti úr landi. Þeir sem eru helst flóttamenn núna, það eru þetta konur og börn og meðan karlar týna lífi sínu, þannig við erum ennþá í þessum svona kynjaða veruleika þrátt fyrir að við séum nú á 21. öldinni og það athyglisvert eftir alla þessar í rauninni femínísku byltingar hversu stutt við erum komin svona þegar á reynir og mér finnst það mjög sláandi líka að sjá frá þessum friðarfundum og að það eru engar konur sýnilegar þannig að já, þeir sem eru að kljást við í rauninni þessar spurningar allar hið góða og hið illa og í rauninni þessar stærstu pólitísku spurningar eru karlmenn sem í rauninni hafa lært og komist upp með að hlusta ekki og í rauninni hafa ekki tileinkað sér í rauninni bara það svona nútímalega aðferðir virðist vera sem að eiga að þjóna því að fólk hlusti og nái saman sem oftar hefur verið tengt við í rauninni kvennamenningu og það sem uppeldi til ábyrgðar og svo framvegis sem konur hafa kannski meira haldið utanum. Konur halda meira utanum tilfinningatengsl og svona samskipti í samfélögum og fjölskyldum og þannig að það mjög sláandi þegar á reynir þá eru þær hvergi sýnilegar. Nei, heldur að það geti verið, ég veit ekki hvað það að segja þessi svo, en það að Pútín hefur verið bara kerfisbundið að brjóta niður kvenréttindi í Rússlandi og þau eru ekki hátt skrifið í Úkraínu heldur að þetta sé besta leiðin til friðar að auka jafnrétti kynjanna. Alveg klárlega. Og það náttúrulega líka mjög lýsandi þegar við erum að ræða bara hérna á Íslandi þessi mál. Þá erum við bara að tala þetta sé hrávörustríð og við þurfum bara að verja öryggishagsmuni. Við förum beint inn í þessa í rauninni ofbeldis menningu og ofbeldis orðræðu og við þurfum jafnvel að tala mikilvægi þess að allar þjóðir komi sér bara inn í hernaðarbandalög og þá getum við leyst málin. Ég meina, ég get alveg spurt mig að því í rauninni bara pólitískt séð í rauninni líka ábyrgð Úkraínu í þessu ferli öllu saman og líka að það má segja að þetta hafi kannski blasað við að þetta geti gerst en fólk kannski beinlínis ekki hlustað eða einhvern veginn reynt að bregðast við fyrr. En þannig að mér finnst umræðan þetta vera ofboðslega karllæg og mjög svona karllægum forsendum og til dæmis bara kom fram í Silfrinu í gær að þetta sé hrávörustríð og það sé mikil ógn sem steðja landinu að það til dæmis ef áburður ekki fluttur til landsins þá minnkar kjötframleiðslu helming og í staðinn fyrir að spyrja þurfum við allt þetta kjöt? Þurfum við mögulega að upphugsa nýja leiðir til að lifa lífinu og skapa samfélag. Og það má kannski segja að því ég nú uppeldisfræðingur að það má segja að við séum ennþá svolítið bara í þessu svona fari í stjórnmálunum að það sé svona uppeldi til ofbeldis. Við erum með svona ákveðna ofbeldismenningu inn í stjórnmálunum. Og við virðumst eiga mjög erfitt með að komast út úr henni og mér finnst þetta eitthvað sem við getum lært af. En þú spurðir áðan, Gunnar Smári, hvort þetta hafi mögulega leitt eitthvað til góðs? Nei, ekki, ég spurði hvort það gæti leitt til góðs, ekki hvort það hefði. Vegna þess að ég held að
við getum ekki annað en horfst í augu við eigin kynþáttahyggju og frændhygli og að við núna erum allt í einu tilbúin til að opna fyrir rásir og taka upp í rauninni, já, bara opna fyrir stóran hóp fólk sem í rauninni við augljóslega hefum getað gert miklu fyrr. Þannig að þetta sýnir líka bara svo vel að kerfi getur virkar þegar pólitísku vilji fyrir hendi. Og það er náttúrulega viss kostur að hver vill verða sá sem lokar fyrir þessa rásir svo aftur. Hver vill vera andlit hins illa þegar að því kemur. Við vitum til dæmis að COVID hefur skapað í rauninni mikinn harmleik hérna í flestum samfélögum. En mögulega jákvæðar afleiðingar af COVID er að nú allt í einu er hægt að fjarkenna eitthvað sem var gjörsamlega óhugsandi í mjög mörgum deildum og sviðum og bara í skólum almennt. Við erum farin að sjá að það er hægt að gera ýmislegt sem að við töldum ekki bara vera nokkuð lífsins leið að gera og eftir þeyturnar af því verða auðvitað ákveðnar breytingar inn í kerfunum okkar. Þó að við þegar við komumst yfir COVID sjálft. Þannig að já, þetta er svona... Sigríður, varst þú að biðja orðið það? Já, mér svall svo móður þegar Berglind Rós var að tala svo vel um konurnar og að konurnar vantaði. Og þá fór ég að hugsa mér hefur orðið svo mikið hugsað undanfarnar vikur til Pussy Riot. Og það er næstu á dag, 10 ár eftir að Pussy Riot réðst inn í dómkirkjuna í Moskvu og hélt þar sína frægu punkvæn með skræbóttu lambúsetturnar og öskruðu í messunni. Og síðan 10 árum setna þegar að Pútín ræðst inn í Úkraínu. Og það sem að þær voru að gera þar var að þær voru að ákalla Guðsmóður og biðja Guðsmóður um að vera feministi og steypa Pútín. Og svo drituðu þær yfir rússnesku kirkjuna og sérstaklega Gundæjev og þetta var alveg ofboðslega stór gjörningur. En svona, ég hef verið að hlusta á þetta aftur núna, 10 árin seinna og þegar að þetta hefur gerst. Þannig svona sterka femíníska gjörning sem fjallar einmitt svona á móti stríði og á móti spillingu og á móti þessu samansúrraða ríki og kirkju dæmi sem er þarna sem að verið vera svona eins og Stockholms heilkenni og þar sem að þeir eru einmitt svona bara svolítið að berjast fyrir lífinu. Sigríður, akkur svaraði Guð ekki? Veitu, er ekki Guð að svara það? Með lambúsettu? Ég er þannig á það Nei, þær báðum að Pútín er tekið frá þeim en Guð svaraði. Guð hefur ekki gert það ennþá. Já, ég held að svona gerist í gegnum fólk. Ekki einhverju svona yfirnáttúrulegri hönd sem kemur ofan á himni og hérna. Ekki svoleiðis Guður, ekki einn reiði Guð, hann kemur ekki. Já, Guðið getur alveg verið reitt, en brýtur ekki náttúrulegumálin. Þannig líti ég á það að minnsta kosti. Svo ég fara nú aftur að tala um Guðfræði. En það er alltaf ábyrgð okkar manneskjana. Og að því að þú spurðir áðan það, af hverju verður hið illa. Að ef við búum í heimi sem er frjáls, að þá þurfum við líka að taka ábyrgð á honum og ábyrgð á anstíkilegheitunum í heiminum og gera eitthvað í því. Og þess vegna held ég að það sé svo rétt sem að Berglind var að tala áðan það að það skiptir líka máli að taka eftir því sem er hægt að læra og bæta og mikið lifandisósköp er hægt að bæta margt. Auður, má ég koma með eðlilega spurningu? Af því að Sigríður var að tala að því illa væri skortur á hinu góða og þá þýðir líklega að Pútín er með voða lítið að góðu. En af því að þú nú rithöfundur og býr til persónur og það er engin persóna sem getur verið alvond til þess að það sé hægt að hafa hana. Finnur eitthvað gott í Pútín?
ég aðalega hægt eftir að Putin svona kennarinn hans útskýrði hann sem óhæðilegan, hann var bara strax þegar hann var barn, þá kom við til að gamla kennara. Sko mér ekki alveg, ég tala ekki svona hið illa, ég held að ég fór einu svona fyrirlestur í íslenskri erfðagreiningu þar sem hann fengi sérfræðingur frá Cambridge til að velta fyrir sér hvort það væri að vera rófi, að vera illur, hvort illskan kemi þaðan. Og það voru sem sagt einhverjar umdeildar pælingar þar, en sko hvað það sem fær okkur til að akta þannig að það sé illt, það alls konar ástæður og á þessum fyrirlestri kom til dæmis fram að þú hefur sætt ákveðinni vanrækslu í æsku og hefur heilin ekki þróað ef við finnum til samlíðunar. Svo má líka segja bara í hvað félagslegu aðstæðum erum við og það búið að vera alveg í mörg ár sem sagt stundum mikil ritskoðun í Rússlandi og við vitum ekkert hvers konar upplýsingar fólk að fá þar og hvers konar heilaþvottur í gangi. Og ég fór inn í svona fyrirlestur hjá Svetlönu sem frá Hvíta-Rússlandi, Nóbelsverðlaunahafi í bókmenntum og líka blaðamaður og hún hafði tekið viðtöl við marga hryðjuverkamenn og hún sagði að einkenndi hvern einasta hryðjuverkamenn sem hún hafði talað við og hafði sem sagt gert eitthvað til að drepa fólk. Hann hélt alltaf að hann væri að gera þetta í æðri tilgangi eða einhverju sem væri ofar sér eða þetta væri að hinu góða. Þannig að líka í hvaða hugmyndaheimi þrífst fólk, hvaða upplýsingar það að fá fyrir bakgrunnurinn. Ég held að það sé miklu áhugaverðari spurningar heldur en hvort einhver sé illur og annar góður. Og sko það eru svo marg flóknar útskýringar til bakgrunn eins og Navalny, ég las viðtal við hann í Times daginn og hann var að tala til dæmis að Putin þyrfti endalaust stríð og það er svo mikil spilling í gangi þar. Navalny var fyrir þessari taugaárás og hefur verið í svona andspyrnuhreyfingu sem hafa unnið að fréttaflutningi utan Rússlands og reynt að koma honum inn í Rússland og hann segir að hann þurfi þetta stríð til að það kom ekki upp spillinguna hans og það er það sem að mér finnst líka bara mjög forvitnilegt. Það er bara svona eins og staða upplýsinga og fjölmiðla í Rússlandi og hvert var ég eftir komin? Ég eitthvað fyrir aftur spurning, hvort Putin sé illur? Já, ég var bara svona hvernig það væri, en ég ætlaði að við tölum alltaf mikið um Putin sko, ég ætlaði að hvernig bregst maður við hinu illa? Sko, hvað maður bregst við illum gjörðum og þannig hún náttúrulega að horfa upp á hryllilega hluti, bara eins hryllilega hugsa getur og það svona sprengir svolítið veruleikamanns og heimsmynd því við erum alltaf að reyna að telja okkur trú að veruleikin sé einhvern veginn eins og hent okkur og við reynum að trúa kannski að hann sé betur en hann og þarna kom alveg svona brjáluð illvirkja átök og það er alltaf sjokk fyrir okkur en svo líka gaman sko bara áhugavert að velta fyrir sér þessu eins og þetta svolítið málað upp sem átök svona á milli það sem kallað svona vestræn lýðræðishyggja eða svona frelsishugsjónir og svo að vera Rússland og Kína. Ég var í Bandaríkjunum daginn og það var verið með þess að tala í fréttaskýringaþættum Trump og Putin og þetta væri svona Voldemort heimur eða þú veist það var ekki orðað þannig en átökin væri svona milli vonda heimsins og góða heimsins og og það er líka einhvers konar rót og það las ég líka einhverja grein að Kína og Rússland hefði í langan tíma verið einhvers konar svona net andspyrnu að því að það er svo ensku menningarlegt og sem sagt, þessi vestræna netmenning það sé einhvern veginn verið að reyna að ná tangarhaldi kannski á
svona upplýsingamenningunni í heiminum, en það eru alls konar svona pælingar í gangi og hvað gott og hvað illt, við náttúrulega tölum líka út frá okkar hugmyndaheimi. Þannig, já. Guðmundur Ævar, má ég spyrja þig, hvernig hvað upplifir þú að átöki séu? Já, það er stórt spurt. Má ég aðeins byrja við að tala með illa fyrst við þarna og ramma þetta svo inn sko. Ef að rannsóknir á, hvað maður að segja, illgjörðum þarna hafa kennt okkur eitthvað að það að venjulegt fólk fært að bara ólíklegustu hluti og það verður þetta fullt af rannsóknum sem voru gerðar í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar, meðal annars félagssálfræðingurinn Stanley Milgram gerði þarna frægar hlýðnitilraunir þar sem því var spáð fyrirfram að innan við 1% fólks myndi sem sagt þarna gefa öðru fólki raflost sem að gæti mögulega að drepa það, sem kemur í ljós að sko 2/3 fólks, venjulegs fólks var tilbúið að gera þetta. Og síðan auðvitað Hannah Arendt sem auðvitað skoðaði þarna Nuremberg réttarhöldin og kemst að því að Adolf Eichmann sem að skipulagði þarna lokalausnina að hann hafi bara verið óttalega venjulegur. Og við myndum bara séð það hvað eftir annað í Víetnam stríðinu og svona að það eru alls konar glæpir framdir af venjulegu fólki, þannig að ég á voðalega erfitt með tvíhyggjuna sko gott illt. Plús það að óbóðslega margt, óbóðslega slæmt í gegnum tíðina hefur verið framkvæmt og við tölum ekki sem þjóðamorð út að það voru Bandaríkjamenn sem áttu í sök en einhverju aðrir sko sem ekki í góða liðinu að við erum tilbúnari að tala það á ákveðin hátt sko. Þannig að ég held að þetta ekki hvítt og svart, þetta svona alls konar gráir hlutir. En nú erum við að gleyma, hver á spurningin? Hvernig að þú litir á þessi átök, hvort að stríðið eða innrásin í Úkraínu og stríðið, hvort þau séu er barátt af ólíkra hugmyndaheima, þetta fasisminn gegn vestrænu lýðræði, þetta hvað? Já, og lýðræði með alla sína galla að þarna segjum að Kínverjar og Indland og segjum að þeim myndu nú ganga sterkar inn í þetta og stilla sér upp í hliðina á Rússum og þá við rauninni komið hálfgerð alræðisríki annars vegar og svo lýðræðisríki vissulega með alla sína galla sko, þannig að eru þetta í grunninn ólík hugmyndafræði, þannig að eru til einhver svona hugmyndafræðileg átök, þannig að og ég held að velti einmitt dálítið mikið á hvað Kínverjar muni gera sko, dálítið bara hvað stefnu þetta stríð mun taka sko. En ég held að eftir, ef við horfum bara á Evrópu og þessi svona, Vestur-Evrópu, að þá held ég séu þetta verið að við erum að vakna eftir tæplega 80 ára, eða 70 ára svona var værukærð eftir seinni heimsstyrjöld sko, að fólk einhvern veginn minnst svona venjulegt fólk ekki bara búist við því að þetta gæti bara gerst á okkar vakt, við vorum eiginlega bara farin að halda að þetta hefði bara orðið eftir á 20. öldinni sko. Þannig að en jú, á einhverju leveli erum við að tala átök mismunandi hugmyndafræði sko. Já, en það ekki háð því að Kínverjarnir taki afstöðu ef að Kínverjarnir gera það ekki og eru svona bara hlutlausu gagnvart þessu, þá fellur þetta niður eiginlega. Já, en við horfum þetta, Pútín þetta búin að breyta Rússlandi yfir í alræðisríki. Ég meina, það ekki frjálsir fjölmiðlar þarna og þetta í rauninni bara hálfgerð fámennisklíka sem að stjórnar þessu sko, þannig ef þeir eru bara sko og þeir sem hafa svona dálítið verið að svona að styðjan, ég meina ekki Venezuela, Norður Kórea og einhver nokkur önnur ríki hafa svona Sýrland skilur, ég meina þetta eru sko einhvers konar alræðisríki sko. Þannig að jú, það er sannarlega minnstur sko. En ég held svona, það sem ef maður
óbúslega erfitt að reyna að horfa dálítið svona hlutlægt á okkur svona einhvern hræðilegan viðburð eins og þetta. En það sem ég held ef við horfum bara svona nokkur 100 ára eftir í tíman, að þá þetta ýmislegt sem bendir til þess að við séum að verða svona siðmenntaðri og svona villimennskan innan gæsalappa sé að gefa eftir gagnvart svona meiri svona siðmenningu. En þetta svona óbúslegt bakslag, sko. Ég held að þetta hafi komið bara eiginlega bara öllum í opna skjöldu, sko, nema þeim sem að voru rauninni búin að vara við þessu, sko, að eins og hvað var ekki Ólafur Ragnar í gær að tala Kissinger og svo eru þetta með þessi innlendi fræðimenn sem hafa bent á að Úkraína, það væri bara tímaspursmál hvenær eitthvað gerist þarna, sko. En Guðmundur Halldórsson, ef við tekum þetta frá nafnaðinum, að þá þetta svolítið svona eins og svona sagan, það eiginlega þú hefur klikkað, sko, sagan, að fólk hafi búist við því að sagan væri bara að líða svona alltaf í rétta átt og svo kemur í ljós að það ekki að gerast og þá færi fólk sjokk og það eitthvað svona sögusýningurinn okkar hafi séð eitthvað beglaður ef við höldum að sagan væri bara svona einhverju happy-go-lucky línu og svo kemur það bara í bakið okkur að það bara alls ekki þannig. Heldur erum við að tapa svona söguskilningi einhvern veginn? Við erum átt okkur á því að sagan gerist auðvitað ekki á sama hátt allstaðar, sko, að söguskilningur Rússa annar heldur söguskilningur Vesturlandabúa eða okkur hérna megin, sko, og það sem að gerist og það sem að gera eftir fall Sovétríkjanna það að verða ríkjandi svona ákveðnar hugmyndir að Rússar að þeir eitthvað önnur gildi og aðrar hugmyndafræði heldur en Vesturlönd og sé einhverju svona samhengi í rússnesku sögu sem að nái alveg frá sumir segja sem sagt alveg frá því að húnar og mongólar og síðan aftur svona slavneskir ættbálkar renni saman og myndi Rússland. Og af hverju ráðist Rússar og undir forystu Pútins inn í Úkraínu sem að einhvern veginn kemur mönnum algjör óvart og einhvern veginn menn reyður ekki með þessu að það mun gerast og þetta einhvern veginn eftir að hyggja algjörlega galin hugmynd en hún treyns þessari hugmynd að þeim finnst að Úkraína eigi bara hluta Rússlandi og þeir hafa greinilega viljað setja þar upp einhvers konar svipaða stjórn eins og í Hvíta-Rússlandi, koma einhverju Lukashenko á valdastól í Úkraínu en þeir bara vilja það ekki. Og það einhvern veginn, þannig að eins og segir, sko, sagan ekki, við skynjum söguna sem einhvern veginn eitt straum en hún það ekki neitt af því að við hún gerist á mjög ólíkum hraða og ólíkum rytma eftir hvað býr og þú ert ekki sumir eru hérna í forréttindahópum eins og hér og meðan aðrir ekki og það verður að tala áðan til dæmis bara stöðu kvenna, akkur ekki einasta kona sem að sést í þessum samningaviðræðum og ég algjörlega saman að Berglindi og Sigríði ég held að það hefði nú verið mjög til bóta ef það hefði verið. Þetta þá mjög karllæg samfélög þar sem að hafa einhvern veginn þeirra svona kynja sjónarmið hafa farið eftir eitthvað allt öðrum línum heldur en kannski við annar við eigum að verðast. Þannig að þetta eru átök hugmyndafræði alveg skilyrðislaust vegna þess að Rússar og þeir sem eru svona kringum Pútín og sem eru svona svipað sinnis og hann og það eru þetta alls ekki allir sammála í Rússlandi, þetta eru menn mjög mismunandi skoðanir þó að sé að reynt að berja skoðanir niður að þá þetta svona semifasísk hugmyndafræði sem hann stendur fyrir með svona ákveðnu rússnesku tvisti sko, sem að snýra þessari hugmyndum að Rússar séu á einhvern hátt þeirra menning séu á einhvern hátt önnur vesturlandamenning og maður heyrir þetta mjög vel í því sem Alexander Dugin til þeim segir sem svona kemur og svona eiginlega
ákveðin svona ekki lokaþróun, ákveðin þróun á hugmyndafræði sem hefur verið að þróast í Rússlandi í síðustu 100-150 árin, myndast í ákveðinni andstöðu gegn sovétkommúnismannum, en Alexander Dugin hafði verið var stungið í steinin fyrir andof gegn Sovétríkjunum, en verður síðan aftur fer að líta á Sovétríkin sem ákveðna myndbirtingu fyrir hið svona rússnesku svona söguþróun, þannig að þeirra hugmyndum sögun bara allt önnur en okkar og það kannski verið aðeins verið að takast á í þetta og það er alveg greinilegt að Úkraínumenn sem sagt þeir Úkraína og þessi Ólafur Ragnar vitnaði mjög í grein Kissinger frá 2014 og ég las hana bara í dag á ganni mínu og það er mjög fróðlegt að sjá hvernig hann sér þetta. Hann talar það að Úkraína sé alveg klofin, það sé þess að rússneskum mælandi í austurhlutanum og Úkraínumælandi í vesturhlutanum. Vesturhlutin horfið til Evrópu, restin Evrópu og meðan austurhlutin horfið til Rússlands. Þetta er bara ekkert svona einfalt. Þetta er bara miklu flóknar en það. Og eftir að Rússar taka Krím og eftir að þeir ýta undir aðskilnastefnuna í Donbass þá og hvað þá núna að þá gís upp þessi þjóðnistefnu sem Sigríður var að tala áðan, þar sem að þeir hvort sem við tala rússnesku Mariupol er í miðju rússnesku mælandi hluta Úkraínu, en þeir verja sína Úkraínu með alveg sömu hörku eins og þeir sem tala Úkraínu. Þannig að það árið 2010 þegar kosningar og Janukhenko kosin, þá hann kosin bara í sæmilega lýðræðislegum kosningum. Hann fulltrúi fyrir þessa stefnu að horfa til austurs, en honum svona sparka 2014 en það algjörlega gjörspilltur og hann bara steypt af stóli. Og síðan alveg ljóst að mikill meirihluti Úkraínumanna vilja horfa til vesturs og þannig að þessi hugmyndum að fylgja þá söguskoðun Rússa þessa hugmyndum að Rússar eigi einhvern veginn að ráða yfir öllu svæði, að þetta sé raunverulega rússneskt, Úkraíns þjóð ekki til og að það einhvern veginn ekki fyrir hendi lengur. Og það sem verður að horfa núna, það sem kannski verður fróðlegt og kannski svolítið ókvæðilegt horfa í framtíðinni það að ef við horfum á þessa innrás í Úkraínu, eina svona lógikin sem annað baku þetta getur verið þetta sjá sem svo að ráðamenn í Rússlandi hafi talið að þetta Úkraína tilheyri þeim. Þeir eru jú ekki NATO, þeir hafa ekki gengið NATO, þannig ekki var þeir að verja það. En hvað gerist svo? Það eru þetta mörg önnur sjálfstæð ríki hann í kring sem að telja sig vera þjóðríki og eiga rétt á sínu fullveldi, sem að voru mjög lengi inn í rússneska heimsveldinu. Þá viðþorf ráðamanna í Kreml að þau eigi líka að einhvern veginn að lúta yfirráðum Rússa. Það verður fyrir að sjá. Ég held ég er svona grunum það að þessi innrás auki nú ekki kannski vilja eða áhuga ráðamenn í Kreml að halda þessu stríði áfram, en hvernig? Sjáum við það fyrir ykkur að Putin geti haldið áfram, að hann geti farið víðar heldur en í Úkraínu? Er ég á? Já, þú máttu svaraðu við. Ég finnst bara það hafa komið upp svo mörg áhugamál, nei ekki áhugamál, það hafa komið upp svo mörg áhugaverð mál út af fréttaflutningi og fjölmiðlum í Rússland, og það var til dæmis mál í Þýskalandi fyrir nokkrum árum þar sem að ung stelpa á rússneskum ættum kemur heim og segir foreldrum sínum að sér hafi verið nauðgað af nokkrum múslimum innflytjandi eða flóttamönnum eða innflytjandum og svo kemur ljós að stelpan að ljúga ég man ekki hvort hún var ekki kærastanum sínum eða ekki. En þetta mál var frægt að því það var tekið úr öllu samhengi og haldið áfram að presentera það í einhverjum fjölmiðlum í Rússlandi sem að þetta væri bara blinda þjóðverja á flott fólk og þessar rússnesku stelpur hefur verið nauðgað. Og ég sátti mann heimildamynd í þýska sjónvarpinu var svona gagnvirkar aðferðir valdamanna og valdafjölmiðla í Rússlandi til að
skrumskæla fréttir með þess að inni bara í inni í Evrópuþinginu og þetta taka fréttir úr samhengi og klippa þær bara til þannig að það líti út fyrir að vera andstæða sín. Og maður veit náttúrulega ekki hvað, þú veist, þegar verið að tala Rússa, náttúrulega fullt af Rússum mjög andvígir þessu eða Rússar sem ekki fylgjandi Putin. En þeir sem eru það líka sko, þessi áhrif af heilaþvotti og af röngum og skrumskældum upplýsingum til lengri tíma sem líka bara áhugaverður og já, mér langar að koma þessu að. Þetta sé stríð, þetta sé alvarlegasti atburður sem átt sér stað eftir að svona, kannski þessi sýndarveruleiki netsins orðin svona stór og mikill eins og hann í dag. Þetta við höfum kannski aldrei háð stríð inn í þessu félagsrými sem þetta Þetta því fyrir þér eða heldur að það sé einhverju sem geti verið að stýra okkur í gegnum það? Þú veist, þú ert í Rússlandi núna virðist liggja við 15 ára fangelsi ef þú bara segir rétt frá, það stimplað sem falsfréttir. Þannig að þeir eru bara búin að vera inn í svona mikilli skrumskælingu til langra tíma þá náttúrulega að þið voru að tala illskuna á þann, hvað illska og hvað þú veist, trú þín á að sé rétt á. Ég reyndar hef ekki alveg tilfinningu hversu mikil áhrif svona skrumskældu flutningur til lengri tíma litið og á hvað kaliber hann hefur og þetta búið að vera mjög lengi bara sem sagt vitað með svona markvissar áráðsherferðir í gegnum fjölmiðla í Rússlandi, til Rússlandi. Það var til dæmis þetta viðtal við eina mann sem var þarna lengi að vinna á rússneskum fjölmiðli bara í Fréttablaðinu núna helgina. Að mér finnst sko, allt þetta tala illskuna og bara að horfa á Putin og allt þetta, mér finnst bara mjög áhugavert að velta þessu líka upp, hvað gerist þarna, hvað áhrif hefur þetta, þú veist, við tölum alltaf Rússa en þú veist, við erum að tala mjög volduga valdaklíku í Rússlandi og í rauninni tæki hennar til að halda þessari svona stóru þjóð á einhverjum ókvænilegum stað eins og núna. Nú stríðið víða, það stríð á jörðuniðri í Úkraínu, það líka viðskiptastríð, það stríð ballettdansarar og óperusöngvarar og íþróttafólk sendt heim og það svona líka eins og Auður kannski að tala það eiginlega svona stríð, við vígvöllurinn líka, það sem verið að, þú veist, kljást sko afstöð okkar og reynt að hafa áhrif á okkur. Þetta meira núna því að þessi veröld svona stærri hluti af lífi okkar eða þetta hefur verið áróðustríð í öllu stríði. En finnið þið fyrir þessu? Stundum finnst manni það að vera svona, ef maður opnar Facebook að þá eru menn sko í orustum þar á milli fylkinga að reyna að sigra sálir hvers annars í mikilli baráttu. Þetta sérstakt við þetta ástand eða hefur þetta alltaf verið? Má ég stökkva inn? Já, gjörðu vel. Já, sko, ég held auðvitað að samfélagsmiðlar hafi magnað þetta upp, ekki spurning, en ég held sko að bara hvað eins og Durkheim talaði sko, þú veist að tala þarna með viðskiptaþvinganir, skilurðu, sem svona hluti af því sem við þó getum gert á Vesturlöndum, að refsingar snúast í grunninn ekki endilega að koma í veg fyrir eitthvað, heldur rauninni að svona festa í sessi ákveðin gildi. Og ég held að við séum þó komin á þennan stað að þegar við sjáum, hvað maður að segja, alræðisríki og svona einhverja nýfasíska, hálffasíska hugmyndafræði vera að gera sig gildandi í bakgarðinum okkar alltaf því, sko, að þá hafi það einmitt svona hrist fólk daldið saman. Ég held að samstæðan komi einmitt daldið frá því sko að sjálfsögðu fólk að sína samstöðu með Úkraínu en það líka að reyna að festa í sessi ákveðin gildi opins lýðræðislegs samfélags
og hvað umræðan á samfélagsmiðlum í dag sem auðvitað bara gegnum sýrir allt vestrænt samfélag, það bara átök einhverja heimsýn. Þannig að það ástæða fyrir því að það ekki bara Rússar og Kínverjar heldur líka Bandaríkjamenn og allir sem eru að reyna að gera sig gildandi í þessu stríði á stríði hugmyndana En kann það spá fyrir það heldur að svona þjóðirnishægrið eigi eftir að minnka í þessu ástandi eða á það eftir að bara eflast? Hvað gerist? Fólk að taka sameiginlega ákvörðun það að viðhalda svona vestrænum, lýðræðislegum gildum, opnu samfélagi eða hvað fólk að gera á samfélagsmiðlum? Hvað þetta er rosalega áhugaverð spurning. Nú þarna Tucker Carlson sem nú því miður þekktasti spjallþáttastjórnandi í Bandaríkjunum, hann stökk nú bara á vagninn með Rússum. Og alveg merkilegt að þetta öfgahægrið í Bandaríkjunum hefur verið óbáslega skotið í Pútín að miklu leyti og þar kemur þessi kynþáttahyggja inn þeir með tala að Rússar sé að standa vörð hvíta kynstofnin og veit ég hvað alls konar þvæla að mér langar að segja að þetta öfga þjóðirnis eigi eftir að minnka en ég óttast að þeim munu sæki sér veðrið aftur og það mögulega velti á því bara hvernig framvindan einmitt verður í stríðinu því að upplýsingaóreiðan hún svo mikil að maður þarf ekki annað en að horfa á samfélagsmiðla reikninga fólk sem aðhyllist mismunandi hugmyndafræði, bara hægri vinstri innan vestrænna þjóðfélaga að sjá að þetta algjöri bergmálshellar. Fólk lifi bara ekki í sama raunveruleikanum. Þannig að kannski tengist þessu sem að nafni minn talaði áðan að sagan hún bara, henni vindur ekki bara fram í einum þræði, heldur einhverja nokkra sögur í gangi og fólk með mismunandi sögurskýringar. Þannig ég óttast að samfélagsmiðlar einmitt séu bara kynda undir ófriðabálið frekar heldur en hitt Já, það verður meiri sundrung heldur en samstæða. Já, ég sé fátt gott frá samfélagsmiðlum Herðu Berglind, við kallarnir eru búin að klúðra þessu öllu saman. Hvernig ætlið þið konurnar að laga þetta? Og hvað hægt að gera? Hvað getur maður gert rétt frammi fyrir þessu ástandi? Já, mér langar bara aðeins þess að svo margir boltar búin að fara á loft og þetta mjög góð spurning og mér finnst kannski bara vert að byrja á því að taka fram og kannski að sé bara svolítið skýrt í þessari umræðu því það alltaf verið að tala Pútín og að við erum auðvitað að tala að þarna fólk sem eru bara fulltrúar ákveðna kerfa og ákveðna gilda og hann bara venjulegu kallakall sem að skapa sína glóríu eða ævisögu og uppfylla allar þessar gömlu hugmyndir mikilmenni í sögunni. Við skulum ekki gleyma því og Hallgrímur Helgason kom með þennan punkt daginn sem ég fannst bara alveg gríðarlega mikilvægur og þetta allt saman kerfislæg hugsun sem hefur fylgt okkur aldir og það sem að kannski Pútín gerir sér ekki grein fyrir og kannski margir af þessum sem við kallum nú mörg karla þeir gera sér ekki grein fyrir í rauninni þeim breytingu sem hafa átt sér stað sem að gera þeim þetta erfitt fyrir. Eins og til dæmis öll þessi fjölmiðlun. Núna allt í einu farið að birtast miklu meira myndum af konum og börnum eins og með barni sem var sprengt upp þegar það var að leggja sig. Ég meina í styrjöldunum sem að hann hefur verið að há fram að þessu, þá hefur þetta ekki verið svona skýrt og legið bara frammi fyrir fólki með jafn skýrum hætti og þannig að ég held að refsi aðgerðina þær verði að einhverju leyti magnaðri fyrir vikið en það ekki tamist að það orki á hann en það sem við þurfum þá í rauninni að átt okkur á því að við breytum engum með því að losa okkur bara við hann. Við þurfum auðvitað að skoða þetta með miklu
með kerfislægum hætti og En má ég trufla þess núna að því að þú segir að losa sig við hann og maður heyri það stundu svona eins og það sé raunhæft markmið að allt í einu bara hverfi Pútín eða við bara fellum hann einhvern veginn. Er það raunhæft? Er það eitthvað í sögunni sem segir það að allt í einu getur við fellt Pútín með hvað viðskiptahindrunum eða samstöðu á Vesturlöndum eða hvernig getur við er það svo augljóst? Við getum veikt ákveðin gildi og við getum veikt ákveðin kerfi með samstöðu og en það ekki þar með sagt að það geti ekki risið upp einhver annar Pútín þar á eftir jafnvel þó við myndum ná að losa okkur við hann en ég ætla samt ekki að gera lítið úr hans sko vægi og bara í rauninni hans valdi sem náttúrulega augljóslega gríðarlegt í þessu rotna kerfi sem að virðist hann virðist vera búin að eyðileggja í rauninni öll helstu samfélagskerfin þannig að þetta er náttúrulega bara jafn erfið spurning og þú lætur okkur konum og það erfistu spurningana Ég reyndi nú að kenna Guðmundi Hálfdánarsyni að þetta væri sko sagan hefði eiginlega komið að þessu að því að það hefði komið í ljós að það hefði verið haldið að okkur svo skakkri sögu að við höfum haldið þetta að vera allt saman að batna. Já, en allavega þá finnst mér vandinn vera sko við erum bara einhvern veginn að kljást við gamla heiminn. Ég myndi miklu frekar segja að þetta sé frekar en þetta sé átökum milli hins góðs og íls, þá er þetta ekki síður allavega átök milli hins gamla og hins nýja. Og hvernig í rauninni feðraveldið sem er nú aldeilis búið að trengja að mjög víða er einhvern veginn að rísa upp á afturlappirnar og minna á sig og texta talsvert og hann er kannski, mér fannst líka mjög athyglisvert sem kom fram í Silfrinu í gær, þar sem það var lögð áhersla á að þetta væri rauninni stríð sko milli vinaþjóða og í rauninni svolítið eins og bara þegar heimilisfaðirinn ræðst á eitt af börnunum sínum eða þannig að þetta er svona hvað við segja þá verður þetta einhvern veginn svo við upplifum það einhvern veginn nær okkur, við upplifum þetta sterkar að mörgu leyti fyrir vikið að þetta verður svona og leið má segja að það sé erfiðara bara að átta sig á hvað best er að gera ég er ekki betri í því en hver annar að koma með einhverja allsherjar lausn á því. Þannig ég get því miður ekki varpa fram hérna bara einhverju svona plani. Nei. En ég ætla að vera spyrja áfram að þessu, ég má spyrja þig Sigríður næst, af því að það er hvernig hegða maður sér í heimi sem er svona, þið voru að vitna í Silfri, þar var Ólafur Ragnar að segja við Egil að heimurinn væri slæmur, heimurinn var ekki góður og þá er það spurning sko hvernig akta maður, hvernig lifir maður í svona heimi þar sem er svona gallaður og grimmur. Því það er svona óþolið að maður vil gera eitthvað, við verðum að gera eitthvað og þá kemur svona hugmyndum, gerum þá bara þetta og það er svo hætt við að við fyrir að gera sko svona rámt, en hvernig á maður að hegða sér í svona heimi? Hvernig getur maður verið góður í vondum heimi, svo ég orðið þetta eins og fyrir guðfræðingi? Já, það er svolítið fallega orðað. Ég held að það liggi ákveðin uppgjöf í því þegar maður bara sko ákveður að heimurinn sé svo vondur að það sé eiginlega ekki þetta að gera í því. Og ég vil eiginlega taka undir það sem hér hefur verið sagt um átök gamla og nýja heimsins. Og það hefur nú lengi verið talað um okkar skeið sem postmodernisma, sem er bæði hægt að þýða sem síðmodernisma og eftirmodernisma. Og síðmodernismin gengur það út á að við séum ennþá inn í modernismanum en hann sé einhvern veginn á yfirsnúningi og við séum á brúninni
og vitum ekki alveg hvert við erum að fara næst. Kannski þetta akkurat brúnin þar sem að við erum á leiðinni yfir í annað tímabil, yfir í hið nýja, sem ekkit endilega ógurlegt húllumhæ en svona staður fyrir nýjar hugsanir og þetta með sko gamla heiminn, að ég upplifi það bara mjög sterkt þessi dægrin og þessi misserinn að mér finnst ég eins og ég hafi óvart lent inn í einhverju tímavél og farið aftur í tíma. Ekki svona Groundhog Day þar sem maður alltaf að upplifa sama daginn, heldur einmitt að ég bara flækist á milli einhverja skrítina tímaskeiða og við erum til dæmis búin að vera 2 ár með einhverja grímur og bara föst í spænskuveikinni sem að sko móðurafi minn sagði mér frá og mér fannst hann vera að tala eitthvað sko svona svartadauða tímabil en hann var að tala æsku sína og svo ég allt í einu einhvern veginn lent á mjög svipuðum stað og svo núna síðustu 3 vikurnar að þá finnst mér að við hafa verið föst í kalda stríðinu og bara allt þetta kjarnorkutal og svona að mér finnst ég vera komin aftur til barnæsku mínar. Ég er fædd 1965 og ég man eftir því hvað maður var á træddur við kjarnorkusprengjur. Mér finnst ég bara vera orðin 7 ára aftur og þannig að þetta sé að akkurat þetta sé einhvern veginn sem maður hafi farið aftur í tíman og svo það þetta með þennan táknheim kristninnar og orthodox kristni og allt þetta svona allt þetta dót, einhvern veginn svona kristi dót sem líka flækjast inn í þessu og hið heilaga rómverska ríki og hið nýja Konstantínópel og allt svoleiðis sem mjög áhugavert fyrir mig sem guðfræðing að þetta skuli vera hluti af þessum ólíka söguskilningi sem Guðmundur talaði áðan. En hérna, þannig að sko, það svolítið skrítið að upplifa það annars vegar að við séum á leiðinni inn í alveg nýjan tíma en svo komi alltaf svona þessi leiftur úr fortíðinni og það svo fortíðin eigi sér framhaldslíf og þess vegna skiptir svo miklu máli á svona tímabilum að eiga snjalla sagnfræðinga og að hugvísindi séu höfð í heiðri og ásamt öllum hinum hérna aðferðafræðunum líka en það að geta hugsa krítískt allt þetta sem að gerast og hugsa það frá forsendum listarinnar og frá hinum ólíku aðferðafræðum alveg gríðarlega mikilvægt held ég. Auður, getur það verið að við séum að lifa svona straumhvörf að séu svo bara margt sem að tilheyrir eldri tíma sem að deyja og þess vegna þetta sem að Sigríður að lýsa það alltaf eitthvað svona dauða óp kaldastríðsins og spönsku veikinnar og aðdraganda heimstyrjaldarnar og patriarkismin og allt saman bara svona ískra á meðan og svo dettum við inn í nýjan heim. Sko en það höfum þetta minni, það alltaf sömu stereotypurnar sem koma upp aftur og aftur bara eins og Harry Potter serían byggð á að hérna sko ef þú ert með ákveðin svona karakter með ákveðin persónuleika einkenni sem í ákveðin aðstæður það geta ákveðin hluti gerst og það ekkert ástæðulausu sem kannski verið að líka Trump og Putin saman, það ekkert langt síðan að Trump fékk hérna hóp fólks til að ráðast inn í þinghús og hérna og fólk og það búið að lita sko þú veist með áróðri ákveðna hugmyndafræði hérna svona hvernig hlutirnir gerist jafnvel utan Rússlands en þetta bara mjög svipað og Trump þú veist var byrjaður með þetta hérna þú út með þennan erki hérna feðraveldiskall hvort sem það Trump eða Putin að bera ofan að slást við skógabjörn og viðkomandi hefur peninga og áráðurstækin og alltaf þegar svo típa kemst til valda þá verðast þessi hlutir geta gerst. Og ekki bara feðraveldi heldur gagnkynhneigðarhyggja líka. Já. Má ég stökkva inn? Þess vel. Já, fyrst að við vorum að fara að tala þarna átök gamla og nýja tímans að mér finnst einmitt svo áhugavert að velta þessu fyrir okkur að það var þetta svona kenningar nútímavæðinguna það var þetta spáð að þetta myndi leiða til
meiri velmegunar og friðar og svona, og ef við horfum á tölur eins og til dæmis morð og svona á Vesturlöndum, að þá bara frá, 16. 17. öld og fram á okkar daga, þá sjáum við að þessar tölur svona vísa niður ef við horfum yfir þetta langa tímabil, og svona ofbeldi virðist hafa verið á niðurleið, og sem höfundar eins og Steven Pinker og Norbert Elias og fleiri hafa talað skilur sem að við séum að verða siðmenntaðri og svo framvegis, en við megum ekki gleyma því að með samhliða nútímavæðingunni að þá hafa Vesturlöndin staðið fyrir óbúslega miklu ofbeldi í öðrum heimsálfum, bara nýlendu stefnan og svo framvegis, og svo ef við færum okkur bara yfir á 20. öldina þá þetta bara blóðuðasta öldin sem við vitum af, bara nútímavæðingin færði okkur kjarnorkusprengjurnar og þessa rökhyggju sem ef það hefði ekki verið fyrir nútíman þá hefði við ekki haft helförina. Skilur, eins og Sigmund Baumann skrifaði að ég held að þetta sé svona aðeins flóknar en það að nýji heimurinn sé friðsæll og gamli heimurinn sé sé óbeldisfullur, því að það þetta heilmargt í nútímanum og líka í post nútímanum eða síð nútímanum eða hvað sem við viljum kalla það, sem að gefur kost á enn meiri eyðileggingu. Ég meina Rússland þetta ekki næststærsta kjarnorkuveldi í heiminum, og núna bjóða samfélagsmiðlar upp á bara stríð í rafheimum, og við erum öll með stríðstólin bara í vasanum í snjallsímunum okkar Þannig að jú, þetta er svona bland í poka, en vopnin og hætturnar myndi ég segja eru ekkert minni í dag heldur en þar voru fyrir 100 árum eða 200 árum Þannig að það er svona, ég á svona erfitt með að greina á milli gamla heimsins og nýja heimsins, að annars sé góður og hinn sé vondur Mér finnst þetta vera svona dálítið bland í poka. Má ég aðeins koma inn í, ég svo innilega sammála þér, og það sem ég var að meina með þessari líkingu áðan, að þá er ég alls ekki að segja að það væri að góði heimurinn væri væri hinn nýji, enga með, og það er einmitt eitt af því sem við höfum kannski ekkert rætt að það er auðvitað þessi taumlausa markaðsvæðing og hvað segja, regluslökun á öllum svona réttindum varðar bara stöðu fólks á vinnumarkaði og svo framvegis mjög víðum heim, og við getum tengt það einmitt svo sterklega við allt þetta dekur og svona þessa aðdáun sem að Putin og Trump og fleiri hafa notið, að það er einhvern veginn með mjög auðveldum og skjótum hætti hægt að virkja kannski reiði fólks á mjög neikvæðan hátt og reiði fólks yfir hlutskipti sínu, og þar komum við aftur að þessari þessum ríkjandi karlmennsku hugmyndum, að það að upplifa valdaleysi og svona það virðist vera algjörlega á skjön við það sem að mjög margir karlmenn hafa búist við að upplifa, og það ýtir undir enn frekari vonbrigði og árásarkennd. Árásarkennd. Já, þannig að við þurfum auðvitað að tengja þetta allt saman, og það er svo fjarri því að einmitt þessi baráttu á milli nýja heimsins og gamla heimsins sé í fyrsta lagi mjög skýr, og að hún sé endurspegli munin á hinu góða og hinu illa. Við megum ekki gleyma því heldur að Rússland sannarlega ekki nýja heimurinn Rússland auðvitað hluta af þessum gamla heimi sem alveg jafnkomulega við. Það er mjög athyglisvert sem að bandaríski sagnfræðingur Timothy Snyder, hann hefur sett fram, skrifar í bók sinni leiðin til ófrelsis. Það sem hann segir að það hafi orðið svona ákveðin umskipti í svona viðhorfum bæði í Rússlandi og líka á Vesturlöndum til svona sögunar og til framvindunar. Við sem horfið frá hugmyndinu að það séu stjórnmál hins óhjákvæmilega, sem hann kallar það, að bæði sem sagt kommunisminn var hugmyndin það að við varum að stefna óhjákvæmilega inn í eitthvað
inn í eiginlega himnaríki á jörð og það var sem sagt, maðurinn var í sko svona teológiskri vegferð inn í hið fullkomna heim og árið 1989 skrifaði bandaríski sagnfræðingurinn eða stjórnmálafræðingurinn Francis Fukuyama mjög grein sem vakti mikla athygli, það sem kallaði End of History og gaf síðan bók 3 árum síðar með sama nafni og það var hans hugmynd að nú varum við bara búin að ná þessu lokatakmarki sögunar og það maður segja það sem við erum að horfa núna bæði austan tjalds fyrrverandi eða sem sagt í Rússlandi og hérna í minnst í Bandaríkjunum og reyndar líka mjög kannski í Evrópu líka, þá erum horfin frá þessari hugmyndum það að við séum að stefna í áttina einhverja betra og það kallar til mjög Snyder sem sagt stjórnmál hins endalausa eða politics of eternity. Þannig að hann segir að það eru hugmyndunum að við erum alltaf að höra hring, endalausa hringi og hérna sem að endurspeglast í því þegar Trump segir að make America great again sem að gerum Bandaríkin stór aftur og það hún enda svona ýmsum í Bandaríkjamönnum sem að svona hrausvaldi huga við því að snúa aftur til 7. áratugarins og hérna en þetta virðist vera svona hugmyndafræði núna, við erum alltaf að fara í hringi, reyna að stefna því hvernig vorum í fortíðinni til þess að og þetta finnst mér ekkert sérstaklega góð þróun og hérna en ég held að segja svona eitthvað til í þessu að bæði sem sagt í kaldastríðinu beggja megin hérna þráttur allar þessu ógn sem að vara þá voru beggja megin voru menn á einhverju tímapunkti særfærður það að við værum báðmegin að stefna í eitthvað sem væri þá betra og fullkomnar en núna virðist bara vera að fara í hringi og sitja í sama farinu. Það kannski vendilega góð tilfinning. Má ég aðeins koma inn í þetta? Þannig að til þess að þetta tala líka um hennar vendipunkt þegar en almenni borgari fyrir að vera hallur undir valdið að hérna sko þegar hann einhvern veginn skynjar hvert valdið að fara og þá allt í nú setur hann upp skiltið sem að valdið eins og óskilegt og það getur verið vill að hann setja og bannar eitthvað fólkin í búðuna sína eða og hérna Úkraínu fólk hefur gagnrýnt Rússa fyrir sko langtíma meðvirkni sem sagt að eins og þessi vendipunktur hafi orðið fyrir einhverju síðan að þau erum svo mikið alltaf pæli hugmyndakerfum og fortíð en svo það bara þegar eitthvað ákveðið óæskilegt valdi búið að vera x langan tíma hvernig hinn almenni borgari fer að hérna akta og þess vegna líka já eins og ég sagði bráðan áhugavert að pæla í þessu að Timothy Snyder leggur líka rosa ríkulega áherslu á fjölmiðlafrelsi það eitt af þessum 20 ráðum til að halda frjálslyndu lýðræði gangandi að hérna með hvað ráðum hægt að hérna veikja það svona og svo náttúrulega sem alltaf að Úkraína hefur líka verið sko því betur sem henni vegna því meiri ögrun verður hún við Pútín og kannski þann hugmyndaheim sem að þetta tiltekna valdur reyna að selja fólki þannig já til að þetta bara En það ekki eitt sem sorglegt við þetta að ef þetta átök á milli svona hugmynda að þá það Úkraínumenn sem í þessum átöku fyrir okkur. Við erum eiginlega bara í Þannig segir Zelenski að þeir séu sem sagt að verja það sem hann segir já, vestræni heimur að þessi gildi, þessi lýðræðislegu gildi og þannig hefur þetta svolítið svona málast upp á síðustu dögum. Já. Og það þetta sko, þetta eins og hrikalegt að maður horfir á þetta núna sko, að allir segja og það svo augljóst að það þarf einhvern veginn að binda enda á þessu ósköp en í sjálfu sér sko ef að það bundir enda á þessu ósköp núna þannig að Rússar komi út úr þessu og einhvern nátt þannig að þeir geta lýst yfir því að við höfum einhvern veginn unnið hvernig þú getur gert það búin að leggja nákvæmlega þína í rúst en samt sem áður að þá segir menn ok ef það einhvern veginn hægt að halda því áfram, halda þeirri sögu uppi og þeirri mynd fyrir Rússa, þá verði svona meiri þrýstingur á það að halda þessu áfram. Að það svona eina leiðin til þess að, þannig eins og þú ert að segja, þá eru Úkraínumenn að líða fyrir það að reyna að binda endi á þessa svona úttalsstefnu sem að ég held að enginn hafi gott af, en einhvern veginn virðist vera erfitt að kveða þennan draug niður að því að sko
að því að þetta einhvern veginn sko, maður horfir á þetta bara út frá einhvern svona skynsemi sjónarmiðum og að þá þetta stríð eitthvað svo galið og einhvern veginn svo skelfilegt og hryllilegt að einhvern veginn hafði dottið þetta í huga að þetta væri mögulegt og þegar þetta fyrst þegar sem sagt Bandaríkin fóru að tala þetta sem sagt að vekja athygli á þessu svona hvað lok síðasta árs og upp að þessa árs að þetta væri uppsiglingu og þetta stríð ekkert skipulagt sko á síðasta ári, þetta stríð sem búið að skipulagja síðustu árin, gerir ekki svona bara 1, 2 og 3, þetta eitthvað sem við tekið langan tíma í undirbúningi. Þannig að þetta eitthvað sem hefur staðið til lengi en að leggja út í þessu ósköp, það einhvern veginn svo óskýranlegt sko því að þetta virðist vera eitthvað svo galið. En þú nefndir áðan að, svo ég vitni aftur í Ólaf Ragnar sem var að segja að það bara að spurja Rússa hvað þau vilja og það, fólk var alveg brjálað við þessa setningu. En það náttúrulega ef að þetta á enda með friðarsamningum, að þá fá allir eitthvað og allir að bóana þau frá. Hinn möguleikin að annar aðilinn sigrar hinn og það uppgjafarsamningar. Ég meina ef þú vilt enda stríðið sem fyrst, þá verður að stefna að friðarsamningi, eða ekki? Hinn kosturinn að bara gersigra Rússland, þannig að Vesturlönd eru bara ráðast inn í Moskvu. En sko, í sjálfu sér, það sem gerist í München í 1938, þá gerðu menn mjög skynsamlega samninga, en þeir héldu ekki, sko, að því að sá sem var að semja við, það verður að semja þannig að sá sem nú semur við telji sig ekki af að haga á því að gera eitthvað meira, en hvernig gerir maður það, sko, ef að Rússar ganga burt frá þessu borði þannig að þeir geta bara gengið frá Úkraínu í rúst og hirt síðan svona heilu landsvæðin og ég veit ekki, það getur vel verið þetta endi þannig en ég veit ekki alveg hvort að það sé heldur. Já, eins og segi, sko, það búið að koma heiminum og þessum heimsluta í einhverja stöðu sem að ég held að sé engin góð leið út menn hugsa hvað einhver afrein fyrir Pútín til þess að hann geti með einhvern veginn keyrt út af þessari hraðbraut sem hann á til andskotans og svona sagt ok, við gerðum eitthvað og þetta var stórsigur fyrir okkur. Ég veit ekki hvort að það mögulegt sko, og hvort að Úkraínumenn geti gert það, síðan þeir eru þetta búin að fórna alveg rosalega miklu. Og ef þeir allt í einu búin að fórna allir þessu og segja ok, svo bara fáið þið allt sem að þið viljið. Þannig að ég veit ekki sko. Er þetta að sjá og það það sem einhvern veginn svo sorglegt við þetta að þarna greinilega siglt út í einhverja vegferð undir algjörlega fölsku þaki, algjörlega án þess að hugsa málið til enda vegna þess að upplýsingarna sem að þessi stjórnvöld sem eru kallar sem að sitja þannig inn í einhverju lokuðum herbergjum og hlusta á aðra kalla og ef þú segir ekki það sem að æðsti kallinn vill fá að heyra þá bara hverfa menn að það lenda menn í svona vitleysu sko að því að það enginn það eru allir sem að líða fyrir og ekki síst þetta börn og konur sem eru núna að flýja og ég auðvitað líka kallinn sem eftir þetta alveg skelfilegt og hvernig verður landið á eftir þetta sko, það sem að borgir verður uppsprengtar og nú verið að fara að sá korni og ef það ekki hægt þá framleiðir Úkraína ekki korn fyrir heiminn og það ekki bara fyrir okkur á Íslandi, við fáum okkar hveiti sko, en hvað þá löndum sem í Austurlöndum sem að reiða sig mjög á ódýrt og á korn og miðrálega verði þannig að það líka getur haft skelfilega afleiðingar fyrir stóran hluta heimsins. Má ég aðeins í lokinu spyrja ykkur að þessu með sambandi við friðarsamningar þar sem að allir fá eitthvað að Úkraínumenn fá frið og stuðning Vesturlanda til þess að reisa landi við en helvítis kallinn hann fær eitthvað þannig að hann getur farið í hersýningu eftir Rauðatorginu og látið fagna sér sem hetju sem að sýndi einhvern veginn að það var eitthvað vit í þessari innrás. Er það óásattanlegt? Engin sem vill fá þennan.
Þetta er eiginlega spurning frá Ólafi Ragnari Grímssyni. Sko ég get alveg ekki að bolta sko að sem sagt auðvitað í öllum svona situasjónum þá auðvitað gerist þetta ef það er ekki þannig að einn tapar og hinn sigrar og ég held að segja enginn sem að hérna einhvern veginn æski þess að það verði niðurstaðan því að það kallar bara ennþá meira eyðilegging og kannski þá notkun á vopnum sem að við viljum ekki verði notuð og þá ennþá frekar við hérna stefnu ennþá meiri eyðileggingu en það sem að raunlega þarf að verða alveg ljóst það að ef að verður samið friði þessu að það verður komið vekk fyrir það að Rússar haldi þessu áfram að það verði Georgía verði næst og Moldóvía og síðan jafnvel þá Eistland og Eystrasaltsland að það verður einhvern veginn að koma í vekk fyrir að það getur gerst og ég ekkert vissum að friðarsamningar þar sem að Pútín getur staðið upp og valdakallanir í Kreml og bara í sér að brjósta þann unnu við sjáu þið bara að eins og kom fram áðan einhver var að tala að Pútín þurfi að þessi valdaklíka þurfi alltaf eilíf stríð ef það er einhvern veginn svona lógikin í þessu öllu þá óttast ég það að er friðurinn þá bara til einna nætur og það held ég að sé vandis við standum fremd. Já, sko ég skal taka boltan, þetta er mjög erfið spurning, en ég myndi segja að við þurfum auðvitað bara að átta okkur á því að það er ekki svona einfalt en þú setur spurningunum svona upp eins og að í rauninni Úkraína sé hið góða og Rússar sé hið illa. En við megum ekki gleyma því að þau stjórnvöld í Úkraínu sáu það sem mjög góðan kost að sækja í hernaðarbandalagi í rauninni til þess að fara inn í þessa gömlu sem sagt orðræðu valdsins sem byggir á hernaði sem einhverja leið út úr þessum vanda og ég bara leyfi mér að setja líka alveg spurningamerki við það og þetta er líka en leið veit ég að það er auðvitað erfitt að setja hlutina fram með þessum hætti þegar Úkraína er að líða svona mikið. En mér finnst bara mikilvægt að setja spurningamerki við það. En Berglind, ég verður bara að hoppa inn í sko, að ástæðan fyrir því að þessar þjóðir sem eru þannig allar saman, sem eru í nágrenni við Rússland, gengu inn í NATO, að það var til þess að reyna að verja sig gegn því sem Úkraína er gangi gegnum núna. Og við getum verið mjög fúl út í hernaðarbandalög, en ég meina, ef að þú horfir á það að það verið að sprengja heimiliðin, verið að drepa börnin, sprengju spítalagina, þá kannski Já, en við erum að horfast í augu við það í raun hvaða möguleika höfðir? Hvaða möguleika höfðir? Ég spyr ég. Mögulega býða af sér Pútín, ég menna hann er ekki eilífur. Pútín er sko, Rússar réðust ekki inn í Úkraínu út af því að þeir vildu fara inn í NATO. Það er algjör, Rússar segja það, en Úkraína er ekki í NATO. Þeir hefur ráðist inn í Úkraínu hvort sem var. Þannig að það er vandinn sem við standum fram fyrir. Já, en við erum allavega, ég skil alveg hvað því, en við erum allavega þá að horfast í augu við það að við erum ennþá bara inn í þessum stríðsleik og við göngum inn í hann með einhverjum hætti og göngum inn í alla þá orðræðu og mér finnst í rauninni meira og minna öll umræðan, hún er bara á þessum forsendum og ég leyfi mér að gera athugasemdir við það og bara og það er auðvitað það sem við búum alltaf við að þegar við erum að kljást við veruleikanum, við erum alltaf bara föst í ríkjandi orðræðum. Við eigum svo erfitt með að sjá út fyrir þær og ég er ekkert að segja að ég sé þessu umkomið, en ég bara er að segja að þetta er ekki endilega, hefur líklega ekki verið lausnin á þessum vanda og já, þannig að spurningin eins og hún er sett fram, hún er inn í þessum hún tilheyrir þessum veruleika og tilheyrir þessum ríkjandi orðræðum.
þetta svona hvað ekki og hvað hænan. Þessi dialógur búin að vera svolítið undanfarna daga í báða þessar áttir og en einmitt óttin líka við Rússland einhvern veginn líka hreyfiafl. En já, ég bara segja, já, þetta bara, þetta akkurat þessi rökræða endurómar í það núna. Það má alveg heyra á ykkar frásögnum að það væri alveg hægt að horfa aftur bara 30 ára aftur í tíman og sjá hvort það hefði ekki verið gerð mistök við fall Sovétríkjanna, líta á það sem eitthvað svona bara mistök sem hefðu verið og þau myndu bara þróast og verða eins og við sem svona horfi ekki á það til þess að þarna allt önnur heimur og kannski hefði verið eðlilega fyrir okkur að búa til eitthvað svæði á milli að þú þurft ekki endilega að velja á milli tveggja slæmra kosta í illum heimi, heldur gætu við mögulega búið til eitthvað betri þriðja kost á milli sem bara höfnun á heimsmynd kaldastríðsins sem hefðist allt í lagi að velta slíku upp. Já, bara vandum að sá að þessar þjóðir sem hann voru að þeir sáu ekki, þeir hafðu ekki neinn áhuga á þeirri lausn að þeir bara treystu. Það var ekki í boði, það var orðræðan var eitthvað þannig ef við fæði að taka það sem Berglind var að segja, það var bara ekki í boði Nei, það má kannski segja það hefur verið, en eins og segja, það ekki þannig að Eistland, Lettland, Litáen, Pólland, Rúmenía, Búlgaría, Ungverjaland að þessi lönd hafi hoppað inn í NATO vegna þess að NATO endilega viljaðu því að þau voru að reyna að verja sig gagnvart Rússlandi og þau hafa ekki þúsundar, 100 ára sögu, 150, 200 ára sögu sem að kennir það að ógnin kemur það og þetta var niðurstaðan. Má ég stökkva aðeins inn? Gjörðu vel. Og eins og hérna þá ég heldur ekki með svar við spurningunni og vil samtala en ég held að það sé alveg gríðarlega mikilvægt að það séu þau sem að ástandi brennur mest á sem að fá að svara spurningunni. Hvenær rétt að semja og hvað og auðvitað snýst málið stærra svæði og þá hverju getur verið næst og svo framvegis en þetta ákvörðun sem í rauninni ekki hægt að taka fram hjá Úkraínumönnum eða fyrir Úkraínufólk. Að það eru þau sem að þjást núna. Verður þau ekki að fá frið? Er fyrsta markmið okkar það að búa til frið, stuðla friði, eða er fyrsta markmið okkar að sigra andstæðinginn? Það fer nú svolítið eftir því hvernig þú hvað kemur fyrst og hvað kemur síðast þarna að hefnd hjálpar engum eða það að knésetja einhvern eða eitthvað svoleiðis og við sjáum það nú einmitt eftir fyrri heimsstyrjöldina að kannski eða ef maður fer aftur til Versalasamningana og það hvernig var sem að urðu til þess að það var svo margt sem að var óleyst og svo komu 2 heimsstyrjaldir í kjölfarið á því að það að hefndin skammgóðu vermir getur maður sagt en við langar kannski til þess að segja ykkur frá því að ég var að tala við einn vin minn sem að býr í Kirkenes í dag og hann ættaður úr Pasvíkdalnum, eða Petsama á finnsku og Pasjenka á norsku og að skrifa doktorsritgerð núna í guðfræði og hann var að segja mig frá því hvað það ríkir mikil sorg í Austur Finnmörk sem svæði sem hefur alltaf verið mjög vinsamlegt Rússum af því það voru Rússar sem ráku nasistana út úr Finnmörk og fóru síðan aftur tilbaka og þetta akkurat svæði þar sem að hefur byggst upp svona samlífi og samverund og samvinna þvert á landamæri og sem hefur tekið 30 ára að byggja upp og þar sem að fólk frá Noregi getur farið 50 kilometra inn í Rússland og Rússarnir 50 kilometra inn í Noreg og það verðist allt saman að vera hruni núna og það svo mikil sorg á báðum megin við landamærin, sorg yfir vinaböndum og sorg yfir ættaböndum sem að þarna eru rofin og þannig að ég held að friðurinn miklu meira heldur en bara þetta
sko hver stendur uppi með veldisbrota eða sko hver það sem knésettur eða einhverju svoleiðis og það svolítið eitt sko núna þegar þú ert að tala friðarsamninga að sko núna bara á síðustu dögum búið að tala meir þjóðarmorð og stríðsglæpi og þetta allt, þú veist, heimurinn horfir öðruvísi á Pútín í dag heldur en hann gerði bara fyrir nokkrum dögum síðan. Bara það eitt sérveruleiki eða þú veist ég. Ég ætla að má ég segja eitt hérna? Þú mátt slá botnin í þetta, Guðmundur. Já, ég skal slá botnin. Herðu þarna, já, einmitt, maður alltaf að passa sig að falla ekki í tvíhyggjuna, sko, einmitt við vorum að tala þarna, sem seinni heimsstyrjöldina, ef við erum að horfa á gerendur og leikendur þar, að þá þetta Rússar færðu óðumbóðslega miklar fórnir í því stríði og en síðan svona með tíð og tíma út af kalda stríðinu og svona þá þetta Rússa grílan búin til og ég ekki að segja að það sé ekki óðbóðslega mikið staðið mikil ók frá henni sko en hlutinir eru talsveit flóknari heldur en að þetta sé sko svona svart og hvítt og þannig að þegar kemur að einhver svona friðarsamningum að þá held ég að það þurfi þá einmitt bara að læra af þeim friðarsamningum sem hafa verið gerðir einmitt í gegnum tíðina og höggva þau í sama knirun og aðrir talað sko að það þurfi þá einmitt að búa þannig hnútana að það sé ekki verið að búa í haginn fyrir önnur stríðsátök áður en að langt líður. Og ég held að það sem að skipti óbúðslega miklu máli hvað Kínverjar ákveða að gera á næstunni. Sko. Hvort því að þeir virðast hafa verið svona, já, hvað maður að segja, þeir eru með svona annan fótinn öðrum megin og hinn fótinn hinum megin, sko, svona halda sér dálítið til hlés, sko, en hvað svo raunverulega að gera held ég bara eigi að dálítið eftir að skipta máli hvernig verður samið, sko. En nú ég farin að spá í framtíðina sem að kannski ekki kann aldrei góður lukkastýra. Nei, en ákaflega trúverðugur spádómur að framtíðin ráðist í Kína. Ég held að við erum bara mjög líklega að sigla inn í öld Kína 21. öldinni. Þannig að það er þá Jón Orm líka í þetta. Já, það bara þið getið farið inn á samstöðuna, þar er langt viðtal við Jón Orm sem ég tók í þar síðustu viku, þar sem að þið getið fengið að heyra hans sjónarmið. En við erum eins og við komum fram þá erum við að lífa svona straumhvörfi í tímanum og á slíku straumhvörfum að þá kallaði maður til hugvísindin eins og var bent áður að nú hrópa maður er sagnfræðingur í húsinu. Er guðfræðingur í húsinu til þess að átta sig á því hvað að gerast og það hefur verið að gera á mánudögum í þessu þáttum sem heita Stríðstímar og ég þakka Sigríði Guðmundsdóttur, Guðmundi Ævari Oddssyni, Guðmundi Hálfdánarsyni, Berglindi Rós Magnúsdóttur og Auði Jónsdóttur kærlega fyrir og hlustendur fyrir að staldra við. Ég hvet ykkur til þess að skoða þætti samstöðunar, það er auðveldast líklega að fara inn á YouTube og skoða samstöðuna þar. Þið getið læka síðuna þar sem að hjálpar okkur við að dreifa, þið getið líka læka síðun okkar inn á samstöðinni, þið getið gengið í alþjóðufélagið og stutt uppbyggingu dagskrár hér á samstöðinni með því að fara inn á samstöðin.is. Seinna í kvöld verður rauður raunveruleiki, þá verður ungliðarnir í sóstarflokknum ræða við ungliða í sænskum sósíalisma þá tíma sem við erum að lifa og þá deglu sem klukkan 10 kvöld verður þátturinn miðnætt í Kænugarði að þá munum við fjalla börn á flótta, við munum fjalla fæðuöryggi og við verum fjalla þjóðarétt, svolítið út frá því sjónarmiði að hvort að með refsiaðgerðum sínum, hvort að Vesturlönd séu mögulega aðilar þurfa að koma laust þessara deilu af friðarsamningum vegna þess að raunverulega eru refsiaðgerðirnar stríðsaðgerðir. En ég þakka gestum mínum aftur kærlega fyrir og ykkur sem að hlustuðu. Takk fyrir rýpin.